eins og Orwell sagði það, þú veist að erfiðasta stundum að tala það sem beint fyrir fram að nefið þær og það það sem við erum svolítið að upplifa og það við erum að tala svona að leysa upp úr vatni að einmitt þegar að þú ert farin að fara rök fyrir því að allir séu rasistar sem að tala þessi mál að þá ertu mögulega að fara að sitja uppi með það að þú ert komin með stóran hóp rasista sem eru þá, út af því við erum að tala þessa málingu, ég meina við erum að fara að sjá þá einhvers konar átök í því formi að við erum að fara að grafa undan okkar hugmyndum það hvað ofbeldi þetta nú bara máling, þetta nú bara eitthvað púður maður og þá allt í einu koma rasistarnir og segja ok, þá mæti ég bara næst með rauða málingu á næstu Palestínumótmæli og lúðra yfir alla sem eru þar og þá allt í einu komin tókstrið ok og þá kannski kýlir einhver og þetta eins og þú veist eins og ég til dæmis tala ofbeldissamböndum að þá einhvern veginn eitthvað svona ákveðin stífla sem brestur og þegar stíflan brestur og þá ertu ekki að fara að byggja hana meðan vatnið að renna og það þetta svolítið sem ég hef miklar áhyggjur af út af því að, og eins og ég segi alltaf í þessum þáttum að það eru Sýrlendingar sem að standa sig frábærlega, það eru Afganar sem að standa sig, það er fullt af fólki sem að standa sig mjög vel í okkar samfélagi og bara orðin hluti og atvinnurekendur og standa sig vel. Þeir verða fyrir barðinu á þessari stjórnlausu meðvirkni eins og hjá Mari Lilju sem að byggja bara á því að við erum einhvern veginn að fara vera rosalega meðvirk gagnvart eins og þessum manni. Ég reyndar ekki búinn að fá það staðfest en ég spurði blaðamann út í þetta. Ég held að þetta sé sami maður og var á þingpöllunum Gólandi. Þetta var sami maður og mætti í RÚV og sagði heyrðu, já, ég sagði upp minninu minni til þess að vera á tjaldbúðunum á Austurvelli og þetta er sami maður og gerist frægur fyrir það á TikTok fyrir það að vera að birta myndbönd af sig vera að áreita bandaríska ferðamenn. Og við erum einhvern veginn bara ótrúlega meðvirk gagnvart þessu öllu og segjum bara já, ég meina við þurfum bara að passa okkur hvernig við höfum að tala. Ég ætla ekki að passa mig hvernig ég ætla að tala. Ég ætla bara að tala hreint út þessa hluti því ég veit að þegar að hólminn verður komið og þegar við erum komin á þann stað að við erum farin að sjá meiri öfgar í þessu þá verður skjöldur Ísland bara eitthvað svona smádæmi